Þetta bara stelpa en það kviknaði í henni. Þetta Alicia Keys með She's on Fire, eða Girl on Fire. Klukkan orðin 4 á þessum mánudegi. FM 95 Blöð hafið göngu sína og hann situr ekki á móti með hann Björn Bragi, heldur hinn eini sanni Nonni Tattoo. Nonni Plugg, vertu velkomin. Takk fyrir það, minn kæri. Ég ætla nú bara að byrja að spyrja núna, ertu að tala við mig eða? Ég var að lendi hér núna, þú varst hérna, þú ert nýmættur. Þú ert komið einhverja nýja græju, þetta greinilega símiðin. Sem maður sér þetta ekki, þetta svo lítið. Þetta var í eirunar og þegar ég var að tala við þér náðan, ég held að vera að tala við mig. Þetta er alltaf ekkert nýgræð, þetta er bara svona þráðlaust í eirað, sko. Hringu lítið, ég sá þetta ekki eins og. Já, ég tala mikið í síman, eins og þú veist. Svolítið svona. Þetta er pínu svona Skúli Húsvörður, eða Hannes í Remax. Já, svona Ari Gold. Já, þetta er svona Ari Gold, en ég tala mikið í síman. Ég er mikið á ferðin í bílnum og annað. Þá ertu með þessa græju. Þá er ég með græjuna. Og svo er ég bara þegar að vinna í tölvunni bara með þetta líka, því að mér finnst það bara þægilegra. En ég veit ég líti út bara eins og einhver fasteignasali eða einhver umbóðsmaður, bara eins og ég sé bara sigra heiminn. En þetta er svona meiri på þægindi, frekar en sé hvað ég lúka kúl. Svo líka svo töfður og skellir á. Nei ekki, mér fannst þetta grjóta. Svo þú skellir á, þá bara svona puttin á eira. Já, þetta er pínir svona Secret Service. Skástrík Ari Gold. Rándýrt, en við erum með fanta fína þáttandekur í dag. Kæru hlustendur, við erum með, sturla staðrindir, barnalandi á sínum stað, flottulega keppnina. Við ætlum að fara í Enginn segir. Þannig að ef þið eigið eitthvað gott handa okkur, endilega farið inn á Facebooki okkar eða inn á Twitterinu á mér og komið með eitthvað gott Enginn segir. Nonni Lemon Boy er búinn að lofa lemon samloku og lemon juice, er það hann sem kemur besta? Er það ekki? Jú, fínt bara. Það er klart. Ok, þannig að það er til mikils að vinna. Já, til mikil samloku og juice, en samt skárun ekki. Hei, rólur. Já, ég meina það er meir en bíó. Þú varst að gúf í þig. Ég veit, þetta er æðislegt. Þetta er betra að ég myndi frekar vilja vinna þetta bíó með það, til dæmis. Já, samt bíómaður þú sko. Já, reyndar. Við þurfum að fara í það eftir, ertu búin að sjá Prisoners? Já, við þurfum að ræða hann á eftir, hún er mjög góð. Já, ég á eftir, þú mátt ekki sjá mikið. Nei, hún er löng sko. Já, ég fíla. En hrikalega góð. Ef myndir eru svona góðar, þá fíla, þannig að alla myndir eru svona langar. Já, það er ekki alla sem púla það. Jake Gyllenhaal er geðveikur í hennu sko. Já. Og svona öðru í sig einhvern veginn, hann er drullu góða leikari með. Já, við förum yfir það. Já, förum betur yfir það eftir, það er þetta rétt þér. Og já, svo bara fast til liðin eins og barnalandið og netmisnótkunin og fleira. En ég ætlaði bara að byrja að spyrja hvernig hefur það, Jónsi? Ég hef það mjög gott. Ekki? Það var afmælishelgi hér en hún var samt róleg, eða ekki? Það var afmælishelgi, gamli dag, það er síðasta 30 eitthvað. Hvað er það? 39 ára gamall maður. 39 ára maður, bara eldri en sólin. En allavega, þetta er síðasta 30 eitthvað og ég er nú ekki mikið til tilvistakreppu, ég er alveg rólur. Ertu búinn að taka hana? Já, nei, já, örglega. Alveg örglega maður. Við erum aldrei fyrir stöður þá bóttið, sko. Já, var eitthvað svona tíðanbæla sem ákvæmst að fá þig bara heila ermið af tattúi og... Já, það var þess að... Þetta keypti ekki sportbíl, alveg RAV4 glerhörðum sportbíl, nei. Jú, ég datti í að fá mig slíf, eins og aðeins er búið að koma fram. En það var nú svo sem engin mikil geðviki, en jú, það ákveðin geðviki að dætti það. Já, en það var svona ekkert tilvistakreppur svo? Nei, bara alls ekki, maður. Það væri verra. Já, og hvernig er að vera 39 ára, svona öllu ganni sleftum? Það er bara stórgóðslegt, bara enn og aftur, aldur er hugur ástand, sko. Mér finnst ég alltaf að vera 25 ára. Já. Og ég man eftir mér því ég var 25 ára og hef nýlega búin að skoða myndir af með það og ég líti bara betur út í dag, sko. Það er bara þannig. Já, ekki með aflita hár og vinna útastöð. Reyndar komin hindi FM 95 Blöð. Já, reyndar. Já, þannig að helgin var mjög róleg. Ég er bara róleg. Ég er að fagna þessi í vikunni, við förum líka við þá eftir. Já, það var strax skára að vera United maður þessa helgina. Já, viðbjóðum síðustu. Ég er bara, þú veist, ég er við það. Nú skilum maður Liverpool gómana undanferðin ár. Já, þetta er ógeðslegt. Ég er líka búin að biðja afsökunar á hefðun minni. Já. Því að þetta sest á sáluna hjá manni. Já, það er reyndar nokkri Liverpool menn á Facebookinu minni, ég nenni ekki að biðja afsökunar en flest allara. Já, það er líka mjög fyndið, sko, að heyrist mikið púlurum í dag. Já, þeim líður náttúrulega æðislega, bara fyrsta sinn sem liði getur eitthvað, sko. Já, og reyndar verður að gefa þeim það, þeir eru með skemmtilegt liði ár, þeir eru með Störrið sann á Svares frammi og... Mjög skemmtilega, vantar þetta ekki, hvað hann á miðjum, Coutinho, já, vantar hann. Já, þannig að þeir eru með þrjusugolli. Já, þeir eru óvinni góðir í ár. Já, en það heyrist vel í púlurum á Íslandi í dag og það er enda mjög fyndið ef einhver spyr mig, hérna, eins og þeir voru efstir á laugardaginn, sko, áður en Arsenal spilaði. Þá var ég spurði, herru, veistu hvað í hvað sæti Liverpool núna, veistu það? Ég er svona, það kemur ekkert óvart, hann veit ekki liðið sitt því að það er oftast miðjan deild, hann er ekkert vanur að skrolla upp og sjá það. Bara alls ekki. Sjá það næsta. En þeir eru að standa sér vel, verðum ekki að það hérna. Mjög vel. Byrjum þetta hér á Lord.
My friends and I, we've cracked the code. Lord er með Royals, flott lag en við þurfum að passa okkur með það samt. Já. Þegar þetta er spilað út allt. Þetta er spilað út allt. Og svona lög. Já, þetta er allstað. Þegar maður er svona að flakka með til stöðuna. Ég er nefnilega ekki komið leiðói og ég vil ekki fá leiðói. Nei. Holy Grail er svona, maður er búið að þreyta það svolítið mikið sko. Já, eins og ég dýrka það. Ég elska það ennþá, en ég þarf að hætta að spila það núna. Já, Take Back the Night og TKO, ég er komið þangað. Ok, getum skoða það eftir. En það er eins og komið að slúðri hér í FM 95. Og ég er með svona, ég er með fína pakkandi ykkur. Ég skal byrja á fjölskyldu sem að ég er löngu komið leið á að ræða, en það er Kardashian fjölskyldan. Já. En nú eru sem sagt Bruce Jenner og Kris, hvað heitir hún, Kris eitthvað hérna? Bruce Jenner, já, og hún Kris Jenner að skilja og þetta er eftir 22 ára hjónaband. Er það pappinn eða? Já, það er pappinn sem er búinn að fara fleiri lítaaðgerðir. Ég ætla að segja, það er eitthvað að honum. Hann er stórkostlega einkennilegt eintaka kallmanni maður. Ég sá einhverja gamla myndir á hann í þættinum. Þetta er einhver gömul, þetta var einhver track and field hetja, Já, ok. Það var hérna einhver frjálsíþróttamaður og bara ólympíugull og eitthvað og var hetja í Bandaríkjunum. Já. En þú myndir aldrei þekkja hann. Því að hann er búinn að strekkja svo andleikin á sér að ég held að brettist upp á tippi á hann við hvert þeim sem hann brosir. Ég er ekki að djóka. Þetta er bara skelfilegt. Þetta er rosa. Ég sá í einhverju þætti eitthvað, það er bara eins og hann sé bara eitthvað geimvera. Það er bara, hann er algjörlega fáránlegur. Já, fyrir utan það, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað karakter í honum í þættinum. Já. En ágætlega undirgefin líka þarna. Ágætlega. Þegar þessi Kris Jenner, konan hans, hún bara segir hvað hann á að gera, basically bara segir í hvað fötan er að klæða. Já, það spurning við öllum sem aðgerum að bara hann kan fara þarna uppi, Þykir ekki ólíklegt. Nei, en hann heldur samt, hann er ennþá hvítur. Hann er ennþá... Húnum á Jackson. Hann varði ekki hvítur. Nei, men svo líka hérna, ég sá eitthvað, maður á ekki að segja frá þessu, en ég var að svissa stöðvar í gær. Já. Þá var þetta á, Kardashian á E-Channel. Og reyndar, hún var Cass Olliett, hún Kim Kardashian. Hún er líka eiginlega bara verður svo málverki framann, hún er búin að láta kitta hans í sig, Já, ég er sorglegt því hún var alveg hrikalega náttúrulega falleg, Já, mér finnst ekki bara svona frægt lið, sem er frægt basically fyrir ekki neitt. Kardashian er frægt fyrir hvað, með stóra rass og stærri brjóst, Já, og svona var eitthvað partydýr. Já, nákvæmlega, og fyrir að vera full, bara jippi. Þannig að ég veit ekki, þú veist, og svo hún er þetta með Kanye sem er snillingur, en hann er alltaf alveg steiktur, Já, hann er jafn, svona hvað segir maður, jafn ótengdur raunveruleikunum eins og hann er tengdur tónlist. Já. Þetta fer svona alveg... Hún finnst það bara Jesús Kristur bara. Já, bara eitthvað að hann. Já, en snillingur. Já, við verðum að gefa hann er góður tónlistamæður. Og já, þau eru allavega að skilja, kannski öllum drullu saman. Já. En... alltaf leiðilegt eftir að fólk er að skilja samt. Já, leiðilegt en mér er saman. Já, svo er það Simpsons þá að vera að skrifa undir nýjan samning þar og 27. serían mun líta dagsins ljós. 27. Það er að þén ágætlega á þessu held ég. Já, hörðu... Ákveður maður ekki drullast til að vera inn röddinn þarna? Hörðu, talandi það. Ég sá einhvern veginn 60 Minutes þátt við einn af höfundum Simpsons. Já. Sem var bara í fyrstu seríunum. Og þetta var einhvern veginn ekkert að ganga og einhvern veginn var ekkert búin að fá borga og svona kvart og kvein yfir einhver 60 Minutes viðtali, Nema það, þegar hann hættir, þá skrifa hann undir eitthvað svona, hörru, já, ok, svo fæ ég bara eitthvað smá kött hérna, ég veit að, veist, af öllu saman. Bara merchandise, eða selst eitthvað Simpsons dót, eða þetta bara, veist, í seríu, 2 eða 3, klukkar hann sig út. Nefnum það, svo fær hann bara ávísanir hann bara lagt inn á hann einhverjum miljardar síðan. Já. Svo bara 22-3 seríum seinna er gaurinn ennþá að borgað. Jössus, lúksus og það var að rölt í garðin í hann og hann er bara með svona einhver listaverk sem ætti bara að vera á, bara einhverjum frægastu listasum heimsins, bara í garði hjá sig. Bara trilljaramæring. Já, bara trilljaramæring. Á því að gera ekki neitt, Já, bara fyrir að vera þarna með í byrjun. Já, svo bara, hann klukkaði þessu út, þetta var ekki að nennust, þetta var ekki að ganga, það er ok, ég tek bara fæ bara smá kött. Fæ bara smá prósentur hluta því sem kemur. En það er líka, leikararnir, þau eru búin að hækka í launum held ég hverja seríu, Já. Og Hanka sería og fleiri. Já. Sem að, þau eru náttúrulega líka í ágætri aðstöðu, þú nefnir ekkert að hlusta á einhvern nýjan Homer allt í hennu. Nei. En það kom nýr Homer ekki? Jú, en það var samt mjög langt síðan, Ég get aldrei svissa á honum í dag. En var ekki séns, En Hanka Sari, hann tala fyrir 10-15 karakter, ekki? Já, þau tala öll fyrir, svo náttúrulega kona sem tala fyrir Bart. Já, alveg rétt maður. Snildar þættan alltaf. Það búin að vera snild í, veist. En ég er samt einhvern veginn í dag, þó að þessi nýr Simpsons í gangi, ég horfi ekki endal á hann. Nei. Þó svo ég ber alltaf virðingu fyrir þáttunum, Já.
Sammála því. Svo það Prins Harry, hann já það verið að tala hann sé að fara að gifta sig, kallinn. Það búin að vera á föstu núna í einhvern tíma og það hún Cressida Bonas. Cressida Bonas, skemmtilegt nafn. Og já, það verið að tala að það sé brúðkaup bara á næsta leiti á honum, eins og bróður hans. Já, og tjallinn býður spenntur. Já, en hann svolítið í skugganum. Já. Greiði. Svolítið mikið. Já, náttúrulega, Taugurinn nýbúin að gifta sig og það var bara í beinni útsendingum allan heim. Já, var það að tapa sig við systur hennar, ekki? Var það ekki eitthvað? Pippa þarna, Middleton. Já, ég var alveg rólegur, sko. Já, þetta var voða spennandi, en við óskum honum. Já, svolítið erfitt að átta sig á þessu kongur drottning, þessari dýrkun í Breitlandi, sko. Já, en svo þetta búið að smitast allan heim. Þetta var í beinni útsendingu í Bandaríkjunum. Já, reyndar. Svo í lokin, þá það slúður sem að, já, mér illa við að segja frá því að ég í Team Jennifer. En Jennifer Aniston, hún tók víst kasta á setti á nýjustu mynd sinni eftir að hafa lesið í handritinu að einn karakterinn í myndinni, ekki hennar karakter, heldur annar karakter, hét Angie. Og Angelina Jolie kölluð Angie. Tók hún kast, eða? Já, hún tók kast og það var tökum að fresta í 2 daga á meðan það var verið að taka Angie úr öllum handritum og breytum nafn. Það eftir mig ekki. Þannig að hún verðist ekki alveg verið búin að jafna sig á þessum slitum. Hvenær hættu þau saman? Ekki 100 á síðan? Svona 10. Samt svona græð aldrei held ég, það. Svona grær, þú hljómar bara hvað að þér, maður? Dr. Love á kantinu. Já, ég í Team Jennifer. Já, ég fíla alveg Jennifer Aniston, ekki slaka á að taka eitthvað sterakast á setta því að stóða einhver karakter yfir Angie. Já, það svolítið leiðilegt. Það pínu yfirdrifið, sko. Já, pínu. Einhver sem segir mér að hún sé ekki að hlusta á Rolling Stones heldur þó. Nei, minna. Hanna. En það var alltaf breytt fyrir hann. Og karakterinn heitir ekki Angie lengur. Já, ok. Þetta var slúðurpakki dagsins og... Það var allt í lagi. Já, hann var alveg ágættur. Ég samt svo mér illa við að segja svona slúður af Jennifer Aniston. Já, manni finnst hún æðisleg, sko. Já. Rachel, man. En hún kannski bara... hún að blöffa okkur, eða? Já, hún sé bara svona... undir niður ykkur steik. Nei, samt ekki. Nei, getur ekki verið. Fáum auglýsingar og svo höldum við áfram. FM 957 kynnir í samstarfi við Senu og geimstöðina Kringlunni. Íslandsmótið í FIFA 14. Mótið verður haldið á Spot í Kópavogi. Keppnisfyrirkomulag verður 2 og 2 og fara allar viðureignir fram á risaskjám. Riðlakeppnir fara fram mánudagskvöldin 14. og 21. október og úrslitakeppnin viku síðar þann 28. október. Tryggðu þér strax þátttökurétt á Íslandsmótið í FIFA 14 á miði.is. Skráningu lýkur á miðnætti sunnudaginn 13. október. Þátttökugjaldið 5.000 krónur á lið og peningaverðlaun fyrir 3 efstu sætin á samt fullt af frábærum aukavinningum. Það Sena og geimstöðin í Kringlunni sem færa þér Íslandsmótið í FIFA 14 á Spot. FM 957. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Á bensinstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Happy Hour, milli klukkan 16 og 19 í dag. Fridays Smáralind. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. október. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM 957. Byrjuðum þáttina á This Girl Is On Fire og þetta var lagið Burn. Eldheitar konur. Ellie Goulding. Já, þetta flott lag, hún góð saman. Mjög gott lag. Já, ég fíla Goulding. Kann þetta alveg. En ég var að skoða inn á hún.is. Ég var að skoða síðan á hún.is. Já. Í hádeginu. Við erum svolítið þar. Já, það dettur inn svona, maður er undirbúið að vera þáttinn. Dettur inn skemmtilegt efnið þar. En það var eitt sem að vakti athygli mína.
og það var eiturlyfjaneysla hefur áhrif á útlit fræga fólkið fyrir og eftir dópneyslu. Sem þetta er að tala um hvernig eiturlyfjaneysla hefur áhrif á útlit þeirra. Og þau byrja á Keith Richards, sem var, ég held að vitið hann og flestir að hann hefur verið á kaffi í rugli og hefur ekkert farið lengt með það. Nei, alls í gegnum tíðina. En eina sem er bara við þetta er það, önnur myndina á honum, þá var hann 20, en svo var hann nýræður á hinni. Þannig ég er ekkert viss um það að þetta kenna kannski eiturlyfjum það að maður sé búin að eldast aðeins. Nei, en það er alltaf magna að sé ennþá lífi með hvað hann er búin að setja í sig, sko. Já, það er bara búin að skipta blóð í honum, ég veit ekki hvað. Já, það er bara kraftaverk, hann standi og hann er upp á sviði bara að djamma ennþá, sko. Já, það var líka, ég sá í einhverja heimildamynd Rolling Stones, þá var Mick Jagger, það viðtal við hans var tekið, sko, þegar þeir eru 30 eða eitthvað. Þá var hann að tala sko, það er rosalega margir sem flaska svo að því að vera að djamma með Keith Richards og haldaði geta haldið í Keith Richards. Hann sagðist þá að sé marga bara vini og vandamenn fara bara mjög vill út í því að það er reyna að halda í hann. Eigi var ekki breyk? Nei, hann var bara vakandi í einhverja 2-3 vikur og flesti bara dánir í kringum hann. Sko. Vá, maður. En allavega, þá er mér stað pínu steikt að byrja að með myndan þegar hann er 20 og svo hinn þegar hann er 70 eitthvað ára. Þannig að hann er bara búin að eldast, ekki það. Og alveg lifaður að sjálfsögðu. Og það eru nokkra þannig hérna líka, eins og George Michael, hann náttúrulega bara orðin eldri. Hann eldast bara 25 ára. Fyrir myndi bara á hann mjög vamm, hann er bara 13 ára. Og það er líka á sömu myndum hérna, þá er eins og sé búið að taka sko fyrri myndin, áður að fara ekki það, sko ég er ekki að hvetja hérna... Til eiturlyfjaneyslu? Nei, og auðvitað að ferða illa með, en það er bara svo fyndið hvernig þegar það er að setja upp svona, þá tekið hann alveg æðislega, eins og senum svo hérna myndina Lindsay Lohan. Hérna fyrri myndina, þá var stíf máluð og eitthvað. Og svo á seinni myndinni, hún er bara eins og eitthvað lestaslis. Ég veit það. Skelvilegt. Það er örugglega alveg til betri myndafinn í dag heldur en þessi, sko. Já, alveg pottet, sko. En ekki það, hún er búin að fara illa út úr þessu. Já, George Michael náttúrulega bara, þannig er hann bara 30 árum eldri, sko. Já, en hvað er, hérna getur þú sagt með, hvað er með George Michael? Hann hendi sér úr bíl daginn og 100 km hraða. Ha, í alvöru? Já, var bara sjúkur á sig eitthvað, var eitthvað flippar í honum. Og millir þess að hann er að láta nappa sig á einhverjum almenningssalernum og í görðum og eitthvað. Já, hann er bara mikið í því. Já. Hvað er málið? Hann er... Svo er hann snillingur, sko. Mér er bara þvílíkur lagahöfundur og bara... Já, bara stórkostlegur tónlistarmaður. En hann virðist alveg farinn þegar kemur að því að klípi í strákana, sko. Já, og svo líka henda sér út úr bíl á 100 km hraða. Ég skil það. Er það skynsamt, eða? Nei, en hvernig, þú ert ekkert í svona að reyna að láta nappa þig eitthvað? Nei, ég er hættur að vinna með það. Alltaf fyrir við. Já, þetta er eitthvað spennufíkn í honum. Já, spennufíkn er eitt, en að sko, henda sér út úr bíl á 100 km hraða eða vera, vinna í einhverjum gaurum inn á almenningsklósti, ég vonum það að vera að nappa. Hvað er að, í alvöru? Það er einhvað ekki í lagi, sko. Nei, hann er helt tapjúkallinn, sko. Þú ert líka George Michael, sko. Já, sko, því líkur spaði. Þú ert ekki Siggi í Breiðholtinu bara eitthvað í stuði, sko. Þetta er George Michael. En það er svo, sko, eins og það var eitthvað vinnuðan sem sagði, hann vill láta nappa sér, sko. Já, þetta er eitthvað svona spennukikk, sko. Og vákvæði spennandi. Nefnum það, svo er þetta bara í öllum miðlum allstar í heiminum, frábært. Það er ekki alveg spennandi. Til hafa ekki þú. En sko það sem að mér finnst af þessi, svo ég klára þetta, þá finnst mér sko náttúrulega Macaulay Culkin. Þar færði að sjá hvað eiturlyf hafa gert við. Já, hvað er með bara gæinn í Home Alone? Já, sko. Hann er alveg, sko. Síðasta myndin hann af honum. Já, hún er skelluleg, sko. Já, það er bara eins og að segja, ég veit það ekki. Hann er eins og beinagrind. Já, hvað er líka með vinkonuna fyrir ofan hann að, hvað heitir hún að Bynes? Amanda Bynes, já, hún tapaði sér líka alveg greið. Hún er eitthvað aðeins farin. Já, þannig að það eru, veistu, þetta er mikill munur á summanna sem eru búin að vera í tómi tjóni, en það er líka bara summanna búin að eldast aðeins. Aerosmith góðið, sjáðu Aerosmith gæðin, sko. Já. Hann er snillingur. Það er náttúrulega mest töffari sem við veitum, Steven Tyler, sko. Steven Tyler, ég hitti hann eins og í London okkur veitingastað. Hann labbaði það inn í einhverju kápu, eins og var í kápa einhverju 70 konu. Nefnum að hann lúkkaði bara svo vindurinn. Já, hann lætur þetta að virka, sko. Hann er svona pínur svona Gunn Láksson í þessu, sko. Ef ég hef labbað inn í þessari kápu með eitthvað kvenmannsveski, þá haldi ég verið eitthvað þroska eftir, sko. Svo kemur bara Steven Tyler inn og hann bara alveg eins og $1.000.000. Hann má þetta, sko. Hann bara má þetta. Hann líka, ég sakna hans í American Idol. Já, ég sammála. En, hér eftir smástund, sturlaða staðreyndir. Og Justin Timberlake hérna, eitt gammalt og gott. Dead and Gone. Ég hef alltaf fílað þetta lag. Já, ég líka. Það er ríkalega gott. Flottur húkur í því. Ég ætla að vera miklir Justin menn. Já, T.I. hann er líka, ég fíla hann, sko, hann er góður. Samanlega. En það styttist í landsleik Íslands og, er þetta ekki, Albanía hérna á... Ísland, Kýpur. Kýpur? Já.
á föstudaginn og svo svo Noregur Ísland á þriðjudaginn. Ætlarðu að fara á völlinn? Ég ætla að reyna það, já. Já, ég líka. Það náttúrulega uppselt, sko. Það uppselt, já. Þannig að maður þarf að fara eitthvað krókaleiðir í það. Já, ég að vinna í þeim. Já. Maður verður að fara á völlinn, sko. Já, þetta must-win-leikur. Það ekki bara gaman að horfa á Ísland spila fótbolta. Það bara ég man ekki eftir því, sko. Nei, það sem líka orðið, skemmtilegt við þetta, nú eru, þeir eru orðnir stjörnurnar á vellinum. Maður fór alltaf í gamla daga til að sjá, mér finnst alveg ótrúlegt, ég fór actually á völlinn til að sjá Tómas Brolin. Já, hann fór þá, sko. Já, þannig að... Nú fyrir bara að sjá Gylfa og þessa stráka. Gylfi mun stærra nafni í boltanum í dag heldur en Tómas Brolin var, held ég. Já, hann nokkuð sem, Þannig og við erum í góðum síðan núna, þannig að þetta verður stemming og ég held að þetta er ekki bara í fyrsta sinn líka langa tíma sem að maður ekki að bölva yfir landsleikjahléi. Jú. Altså pirrandi þegar það er ekki enski boltinn. Já, sammála. Þegar maður stundum að væli við því að skulle vera landsleikjahléi. En maður er eiginlega bara búin að vera spenntur að bíða eftir þessum. Já, líka 2 hörkuleikir eins og segir líka, við erum í sjens, sko. Já, það er bara bullandi sjens. Ef Ísland fer á HM í Brasilíu, þú er bara að pússa vegabrið. Við þyrftum að fara þangað. Við yrðum að fara þangað, sko. Já. Ég var til að fara til Brasilíu þó að Ísland kemst ekki. Hvað þá ef Ísland var að spila þarna? Hvað þarf að gera í kvöld? Ég er alltaf ströndin í dag og svo ætla ég á Brasilíu, England. Já, líka bara ef þú ætlar einhvern tímann á HM. Þá ferðu til Brasilíu. Það ekki. Það er ekki málið. Ég myndi halda það. Alltaf kostar að gláða handleik en allt í lagi. Já, reyndar. Hvað maður lengi að fljúga til Brasilíu? Já, bara heila eilíð held ég, sko. Nei, samt ekki, þetta er ekki svo að fara til Thailand svo eitthvað svona. Nei, ég veit það ekki. Ég bara ætla að útvarpa fáfræði vinni í landafræði hér og nú. Ég er með þér í því. En ég minni líka á Enginn segir. Við ætlum að fara í Enginn segir á eftir, þannig að endilega setjið þið inn á Twitterin hjá mér eða inn á FM95 Blö síðuna. Svo ætlum við í flottulakeppnina og annað. En áður við förum í Sturla staðrindir ætlum við að fá smá auglýsingar. Vilt þú fara á landsleik Noregs og Íslands í undankeppni HM í boði Betsson? Eina sem þú ert að gera er að fara inn á Facebook síðu Betsson Ísland og læka síðuna. Þá ertu komin í pottinn og getur henni pakkaferð til Óslóar í boði Betsson. Stöð 2 kynnir með stolti glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá eSímanum og peningavelun. Skráning á miði.is. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Þú ert að hlusta á FM95 Blö. Á FM957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM95 Blö. Sem að vel við makkerinn minn í dag. Jón Gunnar Geirdal situr hér í fjárveru Björns Braga. Þetta er fallega hægt. Og stendur sig bara með príði. Takk fyrir það. 39 ára gamall strákurinn. Aldrei litið ég vel út. Aldrei. Nei. Það er eins og sér 25 ára. Já, ég veit gott að var klappstjórna hérna með sér. Það er komið gott þar. Er ekki allir að segja það líka við? Það sé eins og sér 23. Nei, en takk samt. Það er komið að sturgluðu staðrendum hér í FM95 Blö. Aðalagast. Og þær eru 10 eins og alltaf. Og sveimið þá, það eru ekki bara fanta fínar í dag. Sónu minn talar sturglaða staðrendir. Pabbi, þetta er sturgluð staðrend. Svo spyr hann, hvað er staðrend? En það er ég líka lendi stundum bara þeirra röllinu. Já. Þá er ég beðin sturglaða staðrendir. Já, mjög skemmtilegt. Það er mjög steikt. Og manstu það margar eða? Já, ég er með svona nokkra af mínum uppáls svona fastar í hausnum. Já. Sem ég hendi. Hákallin er mín uppáls. Já, hann verði aldrei veikur. Já, ég finnst það stórmerkilegt. Ef að fólk er í glasi og spyrir mig þá hendi ég mjög oft í að skjaldbökur andi með raskatinu. Fólk er mjög gaman að því. Það er náttúrulega bara dreif fyndið. En ég er með 10 nýjar í dag. Það er endur ein sem hefur verið að komið áður en hún er skemmtileg. Ok. Ertu tilbúinn? Ég er klár. Og hlustundur vonandi líka. Því að, hér byrjar þetta allavega. Þú blikkar 10 milljón sinnum á ári. 10 milljón sinnum? Já, á ári.
Hvorki minna. Og það er ótrúlega óþægilegt, eins og alltaf eins og núna þegar ég var að lesa þetta, og í dag þegar ég var að blikka. Já, þegar ég var að skrifa þetta, þú ósjálfsagt byrjar að blikka þegar þú heyrir talað að blikka. Já. Og sérstaklega, eitt af bara leiðilegasta sem ég lendi í, það er tvennt. Það er þegar ég byrja að hugsa þegar ég finn fyrir blikkinu, að því ég er að spá í, eins og núna, ég finn alltaf þegar ég blikka. Já, þá er það óþægilegt. Það er mjög óþægilegt. Og ég lendi líka stundum í því að ég veit eftir að láta mig að heyra fyrir þetta og ég á kannski ekki að vera að segja þetta út af Góða með það. Ég er stundum heima um hér og þetta er mjög grilla en þá hugsa ég stundum býtu herri, ég er bara ég og klíp mig og eitthvað svona, ég er að hugsa þessar hugsanir, hefur eitthvað lendið í þessu? Nei, ég vissi ekki, ég hefði ekki átt að segja þetta. Ertu heima í það, einn bara í sófanum, ég er bara ég og klípu því, hvað er að gerast? Ég vissi ég hefði ekki átt að segja, nei, hefur aldrei lendið í því. Það rettar eitthvað í hjálp, hvað er í gangi, ég veit að þetta einhleipa grín er svolítið þreytt, en guðum góður. En hefur aldrei lendið í því, að hugsa bara, herri, já, ok, ég er bara ég, þetta eru mínar hugsanir og ég er núna að lyfta upp hendinni. Hefur aldrei lendið í þessu? Að lyfti upp hendin og veifa, þetta er að sjá þetta hlustu góð, hann sérst lyfti upp hendin og veifa þig því ég... Já, ok, þá er það bara ég sem lendi í þessu. Ég er bara ég, þetta er rosalegt. Sálinn? Ég er bara ég. En ég lendi stundum í þessu. Þú varst Steppi Hilmars, þið er grein líður. Já, en ertu að segja, ok, þannig að þetta er bara ég eða? Þú veist ekki hvað ég er að tala um. Já, þetta er bara þú svona... Ertu aldrei kannski einn að keyra og hugsaði allt í hennu bara, já, ok, allt þetta, þetta er búið að vera ég bara allan tíman? Að keyra? Æ, nei, hætti, ég nenni ekki að grafa mig í það. Já, allt er bara um að grafa, þetta er ekkert mál. Fyrir mér næstu, ég hugsa þetta ekkert alltaf, sko, eða oft, þetta bara kemur stundum fyrir. Ég bara sé þig fyrir mér, bara sköllóttur á brókin heima, bara, svo speysar út, já, ég er bara ég og svo klípur þig. Akkur haldi alltaf allir í sín nakinu og brókinu heima hjá mér. Ég reyndir alltaf á stöðbuxum, en Egill, hann heldur alltaf ég að skrifa ástarbréfið mitt nakinu undir rúmni og... Ég held það ekki, það er pínu óþægilegt. Þú berðast að 16 ára á Sögurkróki að skrifa ástarbréf? Já, reyndar sorglega að segja, ég var orðin 17. Takk. En hér kemur næsta, og hún hefur einu sinni komið áður, en það er hún áhugaverð. Robert Downey Jr. var einu sinni handtekinn á Porschenum sínum með kókain, heroín og 357 Magnum byssuna sína í framsætin. Já. Þetta er svona, þetta er árin fyrir Iron Man þegar hann var að skýta á sig, ekki? Já, hann var náttúrulega komin í ræsið og Mel Gibson bjargaði honum, sko. Hann var orðin heimilislaus. Og Mel Gibson spæði það bjargaðan, hann var ekki alveg alltaf frétt á þar stundum. Nei, en hann var með allt á hreinu þá, sko. Og svo hefur þetta einhvern veginn snúist hjá þeim félögum. Það er aðeins búið að snúast. Henni var búin að sigra heiminn sem Iron Man, það Tony Stark. Það hafa verið nokkrar, sko, sturglaðar staðreyndir Robert Downey Jr. Og það eru allan einhvern veginn á þennan veg, sko. Já, hann alltaf var alveg farinn, mann ég. Hann var flottur leikar alltaf í það. Hann byrjaði að reykja marihuana 6 ára. Hæ? Hvers konar uppeldi það? 6 ára? Já. Hver var Alan uppið? Ég veit það ekki. Það var gaman að sjá mynda því fólki. Keith Richards þegar? Já, nákvæmlega. Ok, svo er það næsta. Þú er aldrei séð gula önd. Það er rétt. Ákveður alltaf gular? Já, störtluð staðreynd. Þú er aldrei séð gula önd, samt er öndin gul í öllum bókum. Já, öllum bókum og svona bað átti ekki svo leiðis. Þá er þetta talað náttúrulega fyrir börnuðinn. Jú. Þú ert ekkert einn í bað. Ég er ekkert einn með öndina. Ég hendi svolítið í öndina, einn bara í freyðibæðinu. Ég held að allir átt svo leiðis, svona gula önd. Já, alveg pottið, sko. Já. Aldrei gula önd? Nei. Ok. Svo er það hér. Þetta er, sko, ég var að spá í morgun hvort ég ætti að taka þetta eða ekki. En þetta er svona, þetta er ekki ég að reyna að vera fyndin, þetta er ógeðsleg staðrind. Ok. En ég lét hann að flakka með því að þetta er svo trublað eitthvað. Það er veitingastaður í Tókjó, þar sem þú getur notið ástar með dýrinu áður en þeir drepa það og elda það svo ofan í þig og fjölskyldinu. Og það er biðlisti á þessum veitingastað. Getur þú notið, getur þess misnota dýrið? Þetta er ógeðslegt, sko. Áður það er elda fyrir þig? Hvað er áður það er drepið og svo elda fyrir þig. Er þetta í Japan eða? Já, Tókjó. Já. Ég var ekki viss hvort ég ætti að taka það með. Maður getur eiginlega ekki hleyjað þessu, þetta er svo ógeðslegt. Þetta er bara, þetta er steikt það sem ég heirt, sko. Já. Þetta er til. Já, ég meina, hvaða dýri það var elda ofan í þig, skilur? Það er bara með svína þarna áður eða? Já, og... Þetta er rosalega vond, maður. Skulum ekki ræða þetta. Ef að henda okkur út að borða í kvöldástina. Já, fyrir utan það, ég meina, þetta lítur að vera staður sem þú ferð þá einn á. Já, ég veit ekki á... Hvað er öll familjan bara til í steikina þegar þú veit að þú hefur verið þarna baka? Valla. Þetta er ógeðslega. Já, þetta er, já. Takk samt fyrir þessa staðurinn og fallega gert þér. Myndur þú fara á hana stað? Nei, það er alls ekki. Ég skal borða ýmislegt og víða en ég held ég hendi ekki þetta. Nei, þetta er eitthvað sem við fyrir ekki á í Tókjó. Alveg, mér langar heimsækja Tókjó en ég held ég er alveg rólegur
Ætla að sé á TripAdvisor? Ég ætla rétt að vona að þetta verði ekki áskorun í asíska draumnum. Nei, fjandinn aldrei. Þetta er ógeðslegt, við skulum hætta ræða. Já. Og næsta staðarind, 80% fólks hefur þóst ekki hafa séð SMS eða missed call frá fólki sem hann er ekki að tala við. Já, þetta getur ekki verið 100%. Já, hafa ekki allir lendið því. Alveg pottið. Nei, ég bara síminn ykkur fokki. Já, herri, ég sendi þér SMS í gær. Já, ok, ég sá það ekki. Það er maður bara að hugsa, já, ég nefndi ekki að svo vera. Já. En það er samt sko, maður lendir líka alveg við því að fólk sem manni þykir vænt og talar og elskar að tala við, stundum með maður bara einhvern veginn á, hvernig maður segir þetta, bara þannig stað að maður nennir ekki að tala í síman. Stundum vilt þú bara vera þú og vera einn með sjálf. Ég sé ekki að segja þetta. Ég er ekki að tala um það. Ég er alveg sammála, stundum nennir maður bara ekki heyri í neinum. Nei, og þá bara... Það er bara fínt. Já, þá svara maður. Og skrýna maður. Já. En það er Þá veit núna sýstin og mammainn og allt þetta fólk sem heyrir í 8 daga að þegar þú ekki svara þá er bara nenni ekki að tala við þig. Nei, ég hringi svo alltaf aftur. Kannski 2 tíma setna eða eitthvað. En akkurat á því mómenti þá bara nenntur þessu. Nei, en það er líka Egill Gilsarinn, hann lendi einu svona í agalögu dæmi. Nú? Og Valtýr er ennþá að láta hann heyra það fyrir það, sko. Ok. King Valtýr Björn. Já. Lappar inn á Safran. Gilsarinn situr þar ásamt held ég kæristunum sinni eða einhverjum félagi sínum. Já. Er að borða. Erðu, King Valtýr ákveður að hringi hann og svona, af því hann snýri baki hann, sko. Já. Hringir í hann úr röðinni, Egill tekur upp síman, horfir á hann og leggur hann frá sér. Sælendur hann. Og Valtýr bara, hringdi aftur í hann, Gilsinn tók aftur það saman, tók upp síman, setta silent og setta hann í vassan. Og Valtýr kom bara alltaf upp á hann og byggur hann, hvað nennir ekki að tala um mig það? Egill var svo skítur. Þannig að það skulle passa ykkur á þessu. Að skrýna King Valtýr Björn, það er, maður er nú haldið að Egill væri, ok. Það er eitthvað sem maður bara gerir ekki. Nei, ekki séns. Höfrungurinn sem lék Flipper í samnefndum þáttum, hann fyrirfór sér og gerði hann það með því að hætta að anda. Höfrungurinn? Já. Þetta er sko, það er störðlu staðreynd að þú getur ekki fyrirfarið þér með því að halda í þér andanum, en höfrungar virðast geta. En bitu, eru höfrungar að fremja sjálfsmorð? Er það bara... Já, svona celebrity höfrungar allavega, svo sem leik Flipper, hann... Celebrity höfrungar? Á hvað ég þetta? Þetta þykir mjög einkennileg störðlu staðreynd. Já. Ég vissi bara fyrir fyrst ekki að höfrungar getu framið sjálfsmorð. Nei. Eða dýr bara svona yfir höfuð var í því. Nei. Og líka bara með hætt að anda. Þunglindur celebrity höfrungur framdi sjálfsmorð. Þetta er bara með því einkennast sem ég hef heyrt allavega í dag. Hann er örugglega verið komin á kafi í ruglið og eitthvað. Það var svona Macaulay Culkin höfrungana. Kann aldrei verið með vinum sínum og eitthvað. Heldur að séu svona, nei, fjandinn. Svo er það næsta. Margfætlur eru með 4000 vöðva, 12 augu og þeirra eina verk að borða. Með alla þessa vöðva og öllu sögu. Já, og eina sem ég gera er að borða bara, margfætlur. Já. 12 augu. Sjá allt, rölda endalaust og éta. Myndur þið vilja vera með fleiri en 2 augu? Nei, þetta er bara fínt, sko. Það væri creepy. Það væri pínu creepy, sko. Hvað ætti það að vera til dæmis? Kannski eitt á nakkanum og... Já, nei, bara þetta er fínt. Já. Bob Marley eignaðist 3 börn með 3 konum í sama mánuðinum. Það er ekkert annað. Sturlu staðrind, maður. Já, 9 mánuðum áður var Bob Marley í miklu stuði. Já, en sko, sérðu líka að því þetta er Bob Marley. Já. Þá er allir bara eitthvað svona, já, Bob Marley. Já, flottur maður. Eitthvað svona, þetta væri bara... Þetta væri Friðrik frændi á Dalvík. Já. Það var það er maður lóður í allir. Djöfisins viðbjóð. Já, er hann eitthvað vængið? 3 börn. Já, þetta veist, en það er einhvern veginn bara, já, ok, þetta var Bob Marley, maður. Já. Góður. Þessi tónlistamenn komast upp með maður. Já, það er svolítið svoleiðis. Já. Þegar þú myndi heyra þetta með einhvern annan, þá er hann bara... Já, þetta væri Frikki frændi á Dalvík, þá var það bara, herðu, slakað á hann. Já, alveg búin að missa það. Svo er það næsta, ef að humar missir auga, grær annað í staðinn. Já. Það er magnað. Ok. Og störðu staðinn. Svo er það hér, það tekur 8 tíma að slá grasið hjá Hvítahúsinu. 8 klukkstundir. Já. Engin smá... Það er svakalega lóð. Já, og samt eru svona hljóta að keyra, þetta lítur að vera svona... Já, þeir eru ekkert bara ítis og undan sér. Nei. Það er bara einhver svakalega, bara svona sláttuvíla bíl eitthvað svona við sem. Ég væri til að, slá grasið? Nei, ég væri til að sjá, fara inn í Hvítahúsi. Ég sammála því. Ég kom til Washington. Ekki, ég er náttúrulega aldrei komið þangað. Mér fannst þetta ekki mjög spennandi þegar ég fór náttúrulega. 18-19 ára með einhverjum hópa, einhverjum skiptinum, sko, sín tíma. Já.
Og þeir voru búin í New York 2 dögum áður. Já, það náttúrulega geggjuborg. New York náttúrulega bara æðisleg og vera 19 ára í New York og svo fara til Washington sem ekkert með söfn og styttur. Já, en þú myndir meta það betur í dag. Miklu betur, sko. Já. Það sem hann satt í mér var Vietnam-veggurinn. Það var rosalega að sjá hann. Og bara svona ákveðnu upplifun að sjá alltaf fólk sem þar var. Og svo hitti ég á 4th of July, 4. júlí, þjóðhátíðardag. Já, ok. Þannig ég lá bara á einhverjum grasblett með fleiri 100.000 manns og horfa á flugveldi, sko. En Abe Lincoln steytan? Nei, ég sá hann ekki, sko. Hún er ekkert merkileg. Fórstu ekki að sjá hann? Nei. Nú, ég held að hún var næsta merkilegast. Stoppum eitthvað svona stutt við okkur, sko. Já, ok. En þessi sér, þetta voru styttur og söp, sko. Já. Ég myndi fílda betur í dag. Maður þarf að tekka á Washington, svo það síðasta stjórnlega staðarinn dagsins. 1 af hverjum 5 milljónum karlmönnum, 1 af hverjum 5 milljónum karlmönnum fæðast með ekkert tippi. 1 af hverjum 5 milljónum kalla fæðast með ekkert tippi. Já, og þetta kallast víst penilagnesis. Og vist eitthvað svona sjúkdómur eða eitthvað. Penilagnesis, ekki sjúkdómur en einn, svona. Já. Leðilegt. Já, mjög. Það er bara svona, já, ok. Þetta er vissulega leiðilegt, það er svona gott orð. Ég veit ekki hvernig maður á að ræða þetta. Nei, þetta væri pínu vesinn, við kennum það. Já, þú ert alveg með fínan, eða ekki? Já, ég sendi Snapchat býta eins. Já, þú ert að Snapchat, þú sendir aldrei Snapchat. Ég er bara eitthvað, veist, því að einu Snapchat sem ég fæ er frá ykkur trúðunum. Ég myndist að éta eitthvað, að drekka eitthvað í ræktinni. Drefti mikið, sko, í alvörinni. Þú baðst gerverst daginn, sendi þér ekki gerverst? Já, Þetta voru styrlaða staðindir. Drengur kíkt á 2 harða á föstudaginn, Steinar með lagið Up. Virkilega nettu drengur þarna ferð. Þetta er gott lag. Já, þetta er líka, hann söng þetta live hérna á föstudaginn og bara hrikalega góður söngurinn maður. Hann er þannig, og bara skemmtilega, ég heyrði voru að spjalla við hann bara mætti til senu með tilbúna plötu, sko. Já. Þessi verið að koma út núna í haust, sko. Og þetta er fyrsta smáskeiðan að plötunni, Up. Sem er búin að heyrast mikið hér á FM. Ljómar vel. Það styttist hér í, Enginn segir, við ætlum að fara í Barnalandið, flottulega keppnina og fleira. Ertu búin að finna eitthvað skemmtilegt á Barnalandinu? Ég er með 3 góða þræði. 3 góða þræði, þannig að fylgjast með, við ætlum að fara fyrst í auglýsingar og svo hendu okkur í þetta. Starfsmaður okkar á plani er í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig, en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Guys for go! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá Easy-mannum og peningavelun. Skráning á miði.is. Nýtt í bíó á About Time. Nýjasta mynd er Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handritshöfund Notting Hill og British Jones Dyer. You can travel in time. Frábær rómantísk gammamynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Oh, shut up, you smart. About Time. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Rjúkandi kaffi og gómsett bakkelsi. 10:11, fljótlegt og þægilegt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Lögum sem ég byrja að klappa með, sennilega fátt hallarætlega en að klappa með einhverju lögum. Já, einn einhvers þar. Já, ég bara stundu detti bara það, ég detti það mikið gýr þegar ég heyrði þetta. Þetta er upp á slæmið þetta. Þetta er ríkilega flott, þetta er Drake hér með Hold On We're Going Home í FM 95 Blö. Styttist í Barnalandið og flottulega keppnina, en það er eins og komið að dagskrálið sem er búin að vera í góðri pásu og heitir Enginn segir. Já. Og já, hann er ekki flókinn, það er fólk búið að senda inn, já, margir búin að senda inn í dag og ég er ánægður með það og þetta er eins og bara, já, hvað ég var að segja, David Beckham ljótur, Enginn segir. Það segir enginn þá. Já, og það eru velun, nei, við buðum hérna upp á velun, Lemon Boy, eins og hann kallar sig, ætlar að henda í samloku og djús á lemon fyrir þann sem er með besta í dag. Já. Það ekki? Við ætlum að trýta eins. Var ég nokkuð að lofa upp í ermina með? Alls ekki, maður. Við ætlum að gleiða einhvern með djús og loku. Þú dæmir það með mér, Jónsi. Já.
Og hérna byrjar þetta. Og Baldur byrjar ég með LeBron James mætti alveg koma sér í betra form en maður á að geta tekið hann alvarlega. Enginn segir. Það segir enginn þetta. Svakalegur íþróttamaður. Henrik Bodker er með mjög gott líka. Ertu með Die Hard 5 á Blu-ray? Enginn segir. Nei. Það var alveg skelvileg. Þú leið mér illa í bíó á hann maður. Já, eins og ég dýrka Die Hard. Já, bara Bruce Willis nefndu sig ekki. Nei, ömuleg mynd. Og það segir enginn þetta, það er rétt. Nei, hann er líklegur. Guðmundur Guðjónsson er reyndar mjög líklegur hjá mér. Þú er fegin að bensíni lækkaðan 2 krónur. Nú get ég hætti vinnun og synti í seðlum. Enginn segir. Alltaf þess að krónur lækkaðan ekkert aðeins. 2 krónur. Og hvað, einmitt. Þessi góð. Já, svo er það Ólafur Rut Gísladóttir. Þú nenni ekki á landsleikina föstudaginn. Enginn segir. Það er enginn segir þetta. Mikið til því. Nei, og ég heiða Andersen fyrir illa með mig hérna. Ég er bara ég og þetta eru mínar hugsanir og ég er að lyfta upp hendinni. Ég verður að gefa henni þetta. Þetta er reyndar ótrúlega gott. Ólöf, váka ég elska að læra heima. Enginn segir. Hérna Berglind Hulda er á sama máli. Ég er bara ég. Enginn segir. Ég hef aldrei átt að opna mig með þetta. Þetta er bara setning dagsins. Ég er bara ég. Hendi í sáluna. Ég tapaði mér að þann. Ég hef aldrei að segja það. Þú opnaði það mikið. Páll Halldór, mjög eðlilegt er að menn að tína sveppi klukkan 3 á virkum degi fyrir utan HR. Enginn segir. Egil Guðjónsson, þú er ég ekkert peppaði fyrir leikinn gegn Kýpur. Enginn segir. Rétt. Svo er það hérna Ómar Ingi vonar Lagerbäck seti Gylfa á bekkinn í næstu landsleikjum. Enginn segir. Það sé nú lítil hætt á því. Hlynur Ólafsson er með mjög gott. Ég hafði verulega ráðugjur að kettinu Núk meðan hann var tindur. Enginn segir. Vá, gúrkan Ísland. Kötturinn Núk. Það er enda með því bara steiktara sem ég... Það var allt bara á hliðinni. Kett, reft. Var það ekki bara því að þú voru svo rík sem átt hann? Jú, því að veluna fyrir einhvern 100 áskatt, þannig að björgunarsveitur og allir fóru bara á stað og þetta var í öllum fréttum. Þetta var að gera maður geðveikt. Þú fórst ekki að leita á hann? Ég var bara rólu, sko. Það húrraði mig norður fyrir 100 áskallin, sko. Og hann kött. Andri Már Eggert, mikið gaman þegar að baðvörður starir á mann í sturtu. Enginn segir, ég veit ekki hvar hann er í baðin. Já, þú ert einnig að benda bara einhverjum á þetta finn. Láta bara heyri í þér. Þín óþægilegt. Jón Oddur, djúvel nenni ég ekki á HM á Nosteri. Enginn segir. Já. Kristinn Geir, djúvel vissi að Janusheim myndi skora 2 fyrir Manju í síðasta leik. Enginn segir. Bjóst nú held ég enginn við því. Það bjóst enginn við því. Sumarið er allt og langt, enginn segir. Kristján Geirsson með það. Það segir enginn þetta í Ísland alltaf. Sverrir Átnar með ég vil hlakka til þegar WNBA byrjar. Enginn segir. Það er annað. Ívar Þór Óttarsson er mjög gott líka hérna. Er nonni með tattoo? Enginn segir. Áhverjum það var ég búin að svona sirka út á bestu. Reyndar er Tanja Tom, ég verð nú að gefa henni, hún er með eitt gott hérna. Býð spennt eftir pullar á tweetum. Enginn segir. Nei, allavega ekki við. Nei. United verður meistari, enginn segir. Herðu? Ég ætla ekki eins og að gefa nafn. Nó, nokkra svíðringar hann það. Þetta er alltaf inn. Hvað fannst þið best að þessu, Jónsi? Ég fannst það kvóti í þig þarna fyrst að ég bara, mér fannst það æðislegt. Já, þannig að það er Heiða Andersen. Ég er bara ég og þetta eru mínar hugsanir og ég er að lyfta upp hendina. Verður að gefa henni þetta? Mér finnst þetta æðislegt. Sko, við verðum þá eiginlega splæsi í 2 samlokur. Já, það eru 2 þetta með þetta. Já, og hinn nafnilega komið þetta á undan en það voru ekki alveg eins. Nei. Þannig að, þær fá þetta stúlkunnar fyrir ég er bara ég, enginn segir. Jú, það segir það einhver. Sköllóta viðrið. Þú segir þetta. Það eru strákanir í Kaleo hér með Vor í Vaglaskógi. Það er að koma út planta frá þessum piltum, held ég. Já, þetta er flott hljómsveit. Ég er líka hérna, ég er svo hrifin á nýja laginu þeirra. Rock'n'Roll. Já, það er mjög gott. Þetta maður hendi þá eftir. Fínasta hljómsveit. Já, ferðen það er hins vegar komið að Barnalandinu og Jónsi, þú sérð alfarið það hér. Já, ég hérna með 3 þræði. Já. Það verður ekki viss með alltaf aðeins svona jötið skemmtilegt, sko. Nei, á bland.is. Bland.is, já. Já, ég er búinn að fá spáðið það. Ég fæ oft tölvupóst eftir að við förum í Barnalandi. Já. Það sem að mér er bent á þetta heitir Bland. Já, en samt svona Barnaland, umræðan svona Barnalandið. Já, þetta er náttúrulega gamla Barnalandið og dagskráliðurinn okkar heitir bara Barnaland. Já, þannig að þá er þetta Barnalandið. Þannig að þá þarf fólk ekki að senda mail og King Blöndal. Það er líka alveg ótrúlegt að þetta skulle fara það mikið töður á einhvern. Maður þarf að senda mig mail að þetta heitir Bland. Það er nú magnað hvað sum getur farið í töðunar fólki. Þannig að það sest niður, sendir og skrifar og svona, sko. Magnað. En hörðu, hér er eitt ráður. Að fleka alþingismann. Að fleka alþingismann, já. Já.
Mér finnst líka bara orðið fleka skemmtilegt, ég hef ekki heyrt þetta lengi. Nei. Ef þú getur valið alþingismann til að fleka og geta þér barn, hvern myndir þú velja og hvers vegna? Ég ætla bara að nota þetta, fleka. Já, vinna svolítið með þetta. Svo segir hún hérna, ég myndi ekki velja Sigmund Davíð þótt hann sé djúparattaður og þykir mér ekki nógu karlmannlegur, en það er alveg spurning með píratan Jón Þór. Það hljóta allar að segja Bjarni Ben og Sigmundur Davíð saman í einum því að það er kálfar. Það er kálfar. Sástu þá mynd? Það er bara eitt af feitnasta sem ég sé. Þetta er bara eitthvað sem heima á Fleikma Live maður. Já, og fyrir þá sem hafi ekki séð þetta þá er þetta að þú blandar saman Sigmundur Davíð og Bjarni Ben í mynd, þá er það vinnur okkar. Já, það er bara alveg svo Ásgeir Kolbins. Þið þurfa eiginlega að hringi í Kolbaran á föstudaginn og fara hans yfir þetta. Þetta er ógeðslega fyndið sko, ég lamast næst. Já, það er góður punktur. Það reyndar hérna flestar velja Árna Pál. Já, hann er myndalegt kveikindi. Já, það reyndi að tala það frekar með skegg. Hann var svolítið skeggaður síðustu öður. Skeggaður. Viljaður hafa hann með skegg? Já. Það eru hrifnar þýskuðsnar. Game of Thrones syndrómið. Hann er líka svona tjokko og alltaf brúnn og flottur í tauginu. Já, flottur kall. Skil alveg að hann skulle fá atkvæði. En Bjarni Ben? Bjarni Ben er eitthvað minna hérna sko. Þú veist. Maður er haldið að Garðabæjarkóngurinn myndi fá fleiri atkvæði sko. Já. Kannski að því að gengur ekki alltaf vel hann að höfum núna. Nei, það er eitthvað minna. En samt sigurvegarinn í þessum þræði er orðið fleka. Já, þetta er eitthvað sem ég ætla að fara að nota mér. Langt sem maður hefur heyrt það. Svo er hérna þráð nr. 2. En gaman að fá input frá þér í þessu. Er þetta eitthvað að lausu eitthvað? Nei, býtur hólugur. Heitir bara Karlmenn. Já. Og svo hérna, hvernig myndi þið bregðast við því ef að kona sem þið hittu út í búð í Sundi og svo framins myndi bjóða ykkur á date? Þetta væri kona sem þið þekktu ekki. Og þetta er karlmaður að spurja. Já, karlmaður að spurja hvað við myndum, hvað aðri karlmaður myndi gera ef kona myndi bjóða á date. Já, bara blöð hendi sér í krónuna. Já. Eða í Sundi eða einhvað og það kemur bara einhver kona og bara hei, hefur ekki bara til date? Bara út að borða leikur, bíó, einhvað, ég veit ekki. Já, fer það ekki eftir bara hvaða kona það er? Já, ég veit ekki, þú eru að svara sko. Já, Menn er bara mjög opnir hérna sem svara sko, ef ég var að laus og lítist til hana myndi ég bara skæta mér á date með henni. Já, jú, ég hugsa. En svo fara margir að tala um það að konur á Íslandi bjóði ekki á date. Nei, það er ekkert bara á Íslandi held ég, er það ekki bara allan heima, það er oftast kallmenn sem að taka skrifið. Reynda ég segi sko, það myndi líða yfir mig, ég sæði það gerast sér sérst að kona myndi bjóða kallmanni á date, þannig að er ekki íslenska konur bara mjög ákveðnar og frakkar í þessu og bara eða hvað, er það að býða eftir riddarunum eða? Nei, ég held að það higgi ekkert við það sko. Já, þannig að þú myndi bara að færa náttúrulega eftir hver myndi spyrja. Já, þetta er mjög erfitt að svara svona spurningu sko. Já, samt pínu svona vandræði þegar kemur einhver kona bara upp bara í búðinni, hei, bara flott, skaman sér þig og þessu til í date. Já, ég held að ég myndi afþakka. Já, þegar ég fyrir að hugsa út í það. Já. En samt finnst mér ekkert að því. Bara, þetta er frábær hugmynd, en samt ekki. Nei, þú myndir kæfið í fæðingu. Nei, ég veit það ekki. Þannig að þið stelpar að núti sem ætla að vippa ykkur upp að blöðrunum næstu dag og bjóðum að date, gleymiði hugmyndin. Rallur. En þetta er aðteklisverð pæling sko. Aðalega út frá því sko hvort að íslenska konur bjóði kallmenn á date. Já, ég er enda forvitin að vita hvort það dett inn. Já, aldrei vita. Svo er hérna þriði þráðurinn sem ég fannst líka skemmtur. Að læka á Facebook. Svo er það með hérna frétt sem hann highlightar svona engin læknir á Ísafirði og svo er það bara 50 like. Já, eins og fólki líki við það. Eins og fólki líki við það. Engin læknir á Ísafirði, like. Já. Þannig að ég skoða fréttir og ég sé eitthvað sem ég er sammála, eitthvað sem er skemmtilegt og læka ég kannski. Já. Ég kannski ekki að læka eitthvað neikvæða fréttir mikið. Nei, nokkulega. En er það þá að læka, er það ekki að deila fréttina, er það bara að læka hana? Já, fólk vantar bara að læka og kannski ekki að kommenta sko. Já, ok. En það er hérna, en svo er ég ætla að spyrja þig núna, nú ert þú í sambandi. Já. Þetta er mál sem kom upp, það er reyndar orðin alveg 2 mánuði síðan. Hjá vinapari, sem ég þekki vel. Og hann sem sagt lækaði prófælmynd hjá annari stelpu. Já. Og var tekin að lífi. Já, stelpa sem hann þekkir samt alveg sko og hún veit að hann þekkir hana og svona. Og það var ekki vinsælt. Nú spyr ég þig, manni í sambandi, hvað finnst þér um þetta? Hvernig myndi Fjóla takja það ef þú myndi læka prófælmynd hjá einhverja stelpum? Ég held ekki bara einhverju stelpu, mann til einhverju stelpu sem er einhverju vinkonum hans. Já, sem þú veit að er vinkonum hans. Já, sem þú þekkir. Ég hef ekki bara góðlega sko. En ef maður verið að læka prófílmyndir einhverjum ókunnum skvísmyndi bæði, það er kannski minna vinsælt. Já, það er kannski annað. Maður er kannski minna að vinna með svoleiðis uppákomur. Já, það verið að læka. Já, ok. Þannig að hann lækaði mynd af dömi sem var kær og vissa hann þekkti. Já, og það var ekki vinsælt. Nei. Það er samt, og hvað, það er ekki svo að vera að reyna þérna, sko. Nei, svo er það spurning, af hverju var hann að læka hana?
Já. Og þá kom... Honum fannst hún greinlega myndin flott. Já, fannst hún sæt stelpa. Þú getur ímyndaði hvernig þetta rifrildi hefur verið. Á hverju varstu að læka hana? Já, á hverju varstu að læka þessa mynd? Svo náttúrulega verið dásamlegt þessi Facebook umræð og pör og annað, sko. Sko, það er náttúrulega... Ég myndi aldrei vera með sameiginlegt Facebook. Nei, bara býta mig kasta upp. Bara algjör viðbjóður. Bara sorry, ég myndi frekar íhuga að bara hætta á Facebook. Ég finnst eitthvað svona og við erum saman á Facebook. En hvað finnst þér þú veist, er þér alveg saman á þetta kærastæðin viti lykilorðið þitt? Já, þetta er ótrúlega steikt, sko. Þetta er svolítið steikt umræð, sko. Já, hún er óþægileg. Hún er mjög óþægileg, sko. Og takk líka fyrir að koma með þetta, nú þarf ég að fara að ræða þetta heima hjá mér eftir. Sko, þú hefur, þó að hafa ekkert að fela, þá bara, ég til dæmis þóleiki, meira þess að þá er ég að tala um bestu vini mín og annað, ef einhver er að gramsi síman mín, er að skoða SMS eða eitthvað. Óþolandi. Það er ekkert annað sem maður má ekki sjá, ég bara vill ekkert að sé að tekka því. Er það ekki bara eins með Facebook? Jó. Hvort það er kærast hann að vinið þér eitthvað, sko. Náttúrulega, síðast sem ég myndi gera í heiminum er að hleypa einhverjum vinið mínum inn gegnum Facebooki. Það er bara að maður er í tekinn að lífi. En þetta er erfið umræða. En af hverju var hann að læka myndina? Og hann var bara vinkonum sér sætt. Já, það var ekki vinsælt. FM 957 og Stöð 3 bjóða þér notalegri kvöldstundir í sófanum heima í vetur. Komdu inn á heimasíðu fm957.is og taktu þátt í laufléttum leik þar sem velunin eru ekki að verri endanum. Áskrift að Stöð 3, Krakkastöðinni og tónlist.is út árið 2013. Pizzuveisla fyrir alla fjölskylduna frá Dominos og kassi af Coca-Cola. Í október drögum út nokkra heppna sem næla sér í þennan glæsilega pakka. Eigðu notalegri kvöldstundur í vetur með FM 957 og Stöð 3. Goes for goal! Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningavelun. Skráning á miði.is. Það er að koma. Alterna. Í köldum októbermánuði er Stöð 2 allt sem þú þarft. 6 íslenska sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2, margvalt skemmtilegri. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Og ef hún er að hlusta og vil vita hvað nú, þá er það flottulagakeppnin sem er að fara í gang. Já. Og við erum með þema í dag sem er ekki flókið, það er bara íslenskt játakk og verður að vera sungið á íslensku. Já. Þannig að má ekki vera með einhver lag með Korasi eða Monsters and Men. Já. Nei. Þannig að það er eitthvað lag á íslensku og ég er á fínu róli í flottulagakeppnin núna. Já, þú er bara að baka mig núna undarið. Og hef með gott lag. Við getum náttúrulega ekki verið með eitthvað sem tengist eitthvað þegar við vorum ungir því að það er alltaf bara eitthvað Whitesnake og það er svo langt síðan ég var ungur, sko. Já, það er bara það sést við förum úr sköllótt á single-gríninu í gamla gríni hjá mér. Það er bara svona, við svona customers á milli, svona borðinnis. Þakka fyrir þessu ekki Jackson 5 hjá þér. En já, þú ég byrjaði síðast, Þú byrjaði síðast. Þannig að það er komið að það var Eminem, ekki? Jú, við vorum með kvikmyndalög síðast. Þú varst með Kavinsky. Já, með Kavinsky og Drive. Já. En hvaða íslenska lag er Jón Gunnar Gerdal með flottulagakeppninni í dag? Af mörgum góðum. Svo hringið þið náttúrulega 511-0957 og fyrstur uppið 5 atkvæði vinnur. Ég valdi Ég er komin heim. Flott lag. Óli Valdimars upprunalega, en svo náttúrulega vinnur okkar og stórsöngvari Sverrir Bergmann tók þetta einhvern tímann hérna í blöðið mitt. Já, ætlar að taka það útgáfið? Já, vill að hendi það. Okay, og þetta er bara að mínum mati eitt allra besta lag sem er til sko, og mitt uppáhalds íslenska lag. Uppáhalds íslenska lagi hans Jón Gunnars í flottulagakeppninni hér, íslenskt tema og það er hérna Ég er komin heim. Er völlur grær og vetur.
Þetta er rosalega gott. Það er svo mikið syngja með útilegu stemming maður. Það er alveg ótrúlegt þegar þetta lag minnir mig á þjóðhátíð. Já, ég ætla að fara að segja það. Maður er kannski búinn að vera að sulla í 3 daga en samt einhvern veginn líður maður bara ég er komin heim. Og allir syngja með bara og brekkan og gaman. Virkilega flott lag og já, þú setur press á mig í dag. Það er press á þér. Ég er komin heim framlagans Jónsa. Þemað er íslenskt og ég fór bara svona að hugsa hvaða íslenska lag, mitt er ekki að brólegt á þitt. Nei, þú ert meira í partypinni. Já, ég er svona bara að fór að hugsa hvaða íslenska lag kemur mér alltaf í gírinn og ég verði eiginlega að taka þetta lag líka af því að ég fór á tónleika með þeim daginn í Hörpu og það voru stórkostlegir. Smittar af þeim. Já, og þetta er Ný dönsk og Frelsið og þetta lag finnst mér bara alltaf hrikalega flott. Ég var að spá í Bubba Mortens. Já, hann á nú nokkur. Rómo og Júlía maður. En þetta hérna er mitt framlag, þetta er svo töff. Hlustendur, flottilega keppnin í dag. Þetta er frábært lag. Þetta er bara, ég elski þetta. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til. Þeir eru svo geggja að texta og þetta er bara eitthvað svo. Já, og eiga mörg góð lög. Ég er sammála því. Það var uppáhalds herferðin sem ég hef tekið þátt í. Þá þurfum við Sveppi og Pétur og með Símon. Þá var þetta alltaf undir og við gera grína hérna. Já, alveg rétt. Dýrka þetta lag. Og ekki var leiðilegt að sjá það í Hörpunni. Nei, þú varst mjög hrifinn af þeim tónleikum. Já, þeir voru geggjar. En þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Hvort er það ég er komin heim eða Frelsið með Ný dönsk. Við opnaðum fyrir Síman FM. Góðan daginn. Halló. Góðan dag. Já. Halló. Já. Ekkert að gerast þarna. Jó, hérna kemur þetta FM. Góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag. Hvort lagi færið þitt atkvæði? Það er allan daginn, ég er komin heim. Auðvitað er þetta að sjá sóma sinni því að taka póka sinn. Bara þannig. Alveg sama hvaða lag þú kemur með, það poppar hitt ekki neitt. Það er reyndar, svolítið til í þessu. Og ég heyri að þetta kemur á hjartanu. Já, þetta komur á hjartanu. Já, hann er ekki að grínast þessi, sko. Takk hérlega fyrir að hringja. Takk fyrir. Það var sóma sinni í því að taka póka sinn. Þetta var að gera. Ég átti bara ekkert að hafa að vera með þarna. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í dag? Herðu, ég er komin heim. Ég er komin heim, er Jónsa ná mér núna. Já, takk fyrir það, vinnur. Þetta er rosalegt lag. Þú sungið þetta í útilegunni, eða ekki? Jú, ofta mörgur sinnum. Já, það eiga allir góða minningu þetta lag. Þetta var vel gert, Jónsson. Þetta var rosalegt lag, sko. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Herðu, ég er samt sko Frelsið er stórkostlegt. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Ljómandi. Ekki, hvað er að blasa? Bara vinna. Vinna, hvað er þetta að vinna? Ég vinni verðdagi, bara. Ok, og já, hvort lagið fannst þið betra? Það er Lemon Boy. Það er Lemon Boy. Ég er hann að pakka mig saman núna. Það er 3-0. Já, þar er ekki Ný danskar aðdæðandur hann úti. Þetta er enda rosalega, sko. Takk kærlega fyrir að ringja. Takk fyrir kærlega. Okay. Það er 3-0. Það er 3-0, það er press á mér, ég þarf atkvæði. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, einn hress hérna á kantinu. Eldhress. Já, þetta er ég hress. Auðvitað, hvað er verið að brasa? Herðu, ég er bara á rúndinu með vingunum minni. Ok, bara hlusta. Já, þetta er... Hvað er maður á rúndinum? Þú vil rjánaði með þið. Já, hvað er að rúnda? Hæ? Hvað er verið að rúnda? Herðu, ég býð nú bara í Warnum, þannig ég er bara þar. Ok, og já, hvort lagið fannst ykkur betra, vingununum? Herðu, það er þetta bara ég er komin heim. Þarna! Já, Jónsi, þú ert að... Það er 4-0. Meira að segja stelpunnar sterkar í dag. Ég er vanlega ekkert að gera þeim, sko. Það er ekki verið hrifnar að síta lögum sem ég valið. Þetta er auðvitað líka gott lag, sko. Já, Frelsið er geggja. Sammála því. Já, en takk fyrir að ringja og áfram bara á rúndunum. Já, góð skemmtun á rúndunum. Ok. Þá fáum við hér, ég trú ekki og setja að fara að taka svíp á mig. FM. Nei, þessi er skellt á og stressaður. FM. Það er auðvitað ég er komin heim. 5-0. Hvað er þetta spámaður? Ánæði með þið, vinnur. Hvað heitir þau? Daði. Daði. Ánæði með Daða. Daði snillingur. Takk fyrir að ringja samt, Daði. Já. Takk fyrir kærlega. Bye. Erum við ekki? Takk fyrir það. Það var einlægni þessu. Já, þetta var töffarið maður. Má sjá, við tökum alltaf gamla og góða. Já. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Ég er komin heim. Næ, hvað er að gerast þetta? Takk Deitnin. Ok, takk svo. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Halló, FM, hver hefði fengið þitt atkvæði? Ég hefði lagað Frelsið. Frelsið, já, ok. Ég fengi eitt.
Já, hann hendi einu í skotastrákinn. Já, þau eru bæði stórkostlega, það er alveg hárrétt. Lítöls klikkar aldrei, sko. Nei, ég saman því. Það er rétt. Takk fyrir þetta, Önnur. Takk fyrir. Og með þessu borðum 6-0. Flottulega keppnina. Já, þú rúlar þessu bita. Herru, ef þú ætlar að segja 6-0, þá segir við 7-1. En Jón Steinn, til hamingju. Takk fyrir það. Tíma og þú myndir taka hérna flottulega keppni. Já, alveg komið. Það var líka við hæfi að taka það á óður SSD og ég er komin heim og vinni okkar Sverrir Bergmann. Já, þetta var flott. Ég get ekki neita því. Faxafinni. Opið núna. Biljartbarinn Faxafinni. Mystery og Sena kynna Málmhaus. Ný íslensk kvikmynd eftir Ragnar Bragason með Þorbjörgu Helgu Þorgilsdóttur, Ingvari E. Sigurðssyni og Halldóru Geirharðsdóttur í aðalhlutverkum. Frumsýnd land allt 11. október. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Þinn bátur, þín heilsa. Subway, eins og þú vilt hafa. FM 95 Blö á FM 957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. What's up? Skemmtun í hæsta gæðaflokki. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Styttist í lagi á leiðinu heim. En það er hins vegar komið að grein sem að Jón Gunnar Geirdal fann inn á netinu. Inn á pjatt.is, eitthvað viðtalið þig? Já, pjatt.is. Já. Ég veit ekki en það ég kannski ekki mikið að skoða pjatt.is. Þetta er svona... Hvað sem ég bara ekki hirst þess að síður? Þetta er bara svona stelpuvegur. Ok. Heilsa, útlit, heimil og hönnun, sambönd, Hollywood, eitthvað svona. Já. Alls konar. En þetta voru sérst að posta hjá sér á Facebook og hér er sérst viðtal við fólk og fyrirsögnin er, við getum sofið hjá og deyta eins mikið af fólki og við viljum. Þetta er sérst hjón. Já, ég er svona opnu sambandi. Ég er svona galopnu sambandi. Okay. Það tóku sérst viðtal við annan helmingin af hjónum sem lifi í opnu sambandi. Já. Og hún, sérst Sara, sem er eiginkonan, lítur svo á að þau, sérst hennar eiginmaður og hún sé ekki beinlinni swingerar, en þeir eru bara í algjörlega opnu sambandi sem báðum lefist að hitt og sofa hjá öðru fólki að vild, svo lengi sem allt er upp á borðum og bæði viti allt hvað hitt er að gera. Ok, þannig þú vart að tilkynna það? Já, þau viti sérst að það er allt upp á borðum. Ok. Og hún sé svona afbrýsa með að vera tímasón og lifi samkvæmt þeirri heimsbyggi, en vill þó ekki fullorðum að hún eigi alltaf eftir að vera í hjónabandi sem er innréttað með þessum hætti. Nei, ok. Veist, og hvað? Veist, er þetta bara, ok, bara hendum þessu fram. Já. Þetta er, ég næði þess ekki, sko, bara sorry. Nei, sko, bara power to them ef þetta virkar hjá þeim. Já, bara good looking out. Já, en hérna, þetta ég segi sem bara, ég held að gætu fáir þetta, sko. Já, svo fyrir að tala hennum, sko, bara... Ég er geðveikur. Já, ég er geðveikur. Ég, sko... Þú veist, mér halló. Hérna... Bara kæri og væri bara að fá sér með hinum á þessum bara. En svo er líka, sko... Þetta er vild. En hvort er skarra að sé allt upp á borðið eða ekki? Væri það ekki betra bara að maður myndi í einhvern veginn svona einfaldleika sínum halda að það væri ekkert að gerast hinum með henni? Já, og vera bara í algeri afneitun og menn, þú veist, nei, hvað minn, þá er kannski betra held ég verið með þetta á borðum, sko. Já, reynd. Á tvennu skelvilu, finnst mér, sko. En þá fyrir tala, sko, já, þetta byrja bara á forvinnu, svo voru þau bæði með gríðarlega sterka kynkvöt. Ok. Íslenskt fólk. Já, íslensku maður allavega og held að konan sé kani, sko. Já, ok. Þau voru sko hefðbundni swingerar. Og svo hvað? Hefðbundni swingerar. Þess að þau voru að hitta önnur pör og... Hvernig er óhefðbundin swingeri? Þetta er greinlega óhefðbundin swing. Það bara með að þau sofa hjá bara hverjum sem er og eitthvað svona. Er hérna, nú er ég bara eitthvað svo einfaldur, er það algengar en maður heldur það? Sem ofið sambönd? Já, líka bara fólk að kikið í partí og henda lyklum í skál. Já, bara eitthvað sumarbústaðar og allir henda lyklum í skál. Já. Ég bara ekki hringi mjög, sko. Þú veist hvað er að, þú veist hvernig fer svoleiðis fram heila, bara að mæta allir á staðinn, hörru, lykli í skál. Já, líka bara, sko. Svo ferð þú bara inn í herbergi með Siggu. Það er eitthvað sem segir mér að, hérna, nú er kannski einhver að hlusta sem hefur tekið þátt í svona partí. Pottþétt. Já, og veist, hei, bannað að dæma, skilur við. Já, ég meina, hei, bara trítið ykkur. Já, en ég myndi samt halda að ef þetta, segjum þetta sé upp í bústaði eða partí, swingerspartí, að þá hérna kemur ekkert óvart að fólk sé aðeins búið að hella í sig. Aðeins búið að hérna södra. Aðeins að slökka á hömlunum. Já, rauðin út í bústað, upp í bústað, eða bara, veist, mökkar í partí eða eitthvað. Og svo allir klárir. Hvernig þingan? Bara, ég get ekki hugsað svona langt. Nei, ég vil bara helst ekki fara að það, sko. Nei, því að... Það bara, jæja, takk fyrir hörðu, sjáumst. Já, þetta er eitthvað.
Öðruvísi en... Þetta sérstæð, þetta viðtal sérst inn á pjatt.is og þetta forvitnilegt. Já, mjög svo. Og já, en þau virðast ánægð þannig að það bara... Já, alls konar reglur og eitthvað sem við talum og svona, þetta bara sérstakt, þetta svona, já. Þannig að þú ert ekki í swingerspartíum? Nei, ég minna í þeim, sko. Mun minna. En hvað það svona steiktasta sem þú gerir? Alltaf. Hvað ert að vinna með núna? Það er rast að hrækja fólk, eða? Alveg rétt maður. En já, ok, við óskum þessu fólki til innilega bara til hamingju með þetta. Já, bara frábært, þú segir sko, ekki dæma. Nei, bannað að dæma. Það er bara góð regla, bannað að dæma. Hér er þetta smá lagi á leiðinni heim. Here we are, waiting for the break of dawn, where the sea meets the horizon. Kayak heitir hljómsveitin og lagið er Gold Crowned Eagle. Já, ég ætla að taka þetta tilbaka með dreiglega. Þetta er eiginlega uppáhaldslagið mitt í dag. Þetta er meira áttalag. Já, þetta er íslenskur dúett, held ég. Mikill uppleið hér á FM. Þið eftir að heyra þetta meira á næstunni. Verðu Airwaves. Verður Airwaves? Já, það styttist í Airwaves núna, maður. Já. Og maður sækir appið hjá Símanum. Já. Og Airwaves appið er brilljant. Já. Svona fyrir Airwaves geðsvílinga. Tjekka á því. Já, þú flokkast nú undir slíkan. Já, ég er mjög gaman að Airwaves, eins og aðeins við komum fram. Já. En hvað, þú ert líka svona ekta meistaramánuðargaur. Erstu með eitthvað svona takmörk í meistaramánuðinum? Ég er eiginlega í, sko, meistara ári, sko. Það er ekkert annað. Bara meistaralíf. Já, meistaralíf. Slakaðu. Ég er í Project Adonis. Nei, ég er bara, þú veist... Meistara ári, hættu þessu bulli. Nei, markmið er bara mjög. Er ekki allir í meistarárið það? Jú. Ég vona það. Já. En markmið mín er bara... Núna. Já, ég hendi í smá engaþjálfun, sko, bara koma mér á raskatunum, sko. Ég hef alltaf nefnt að hreyfa mig, það er ekki vandamálið. En eins og Egill Einarsson, vinnur okkar þjálfari, segir, ef einhvern nennir að elta mig heim og taka mér helviti sælgætið, það snýst ekki það ég nenni ekki að hreyfa, því ég hleyp og fer í bolta og lifti og hotjóka og eitthvað, sko. Svona nammigrís. Ég er pínu nammigrís, sko. Já. En ég var að lesa hér inn á netinu að það er búist til snjókoma morgun. Gert er ráð fyrir snjókoma á vestanverðu landinu og líka á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er bara veturinn þetta er svo að segja. Winter is coming. Ég er gaman að veðurinn í dag og í gær, svona kalt, stillt, bjart. Já, bara eiginlega allt nema snjó. Já, með er ekki hífandi rók, sko. Já, rókið viðbjóða líka. En við getum huggað okkur við það að það er eitthvað svona 7+ mánuðir eftir af þessu plus mesta myrkur í heim. Svo fyrir ykkur hinn að það. Svo fáið 3 mánuði. Já, eða 3 korter eins og það væri sumar. Það er náttúrulega ekki hægt að hafa, næsta sumar getur ekki verið jafnslæmt á þetta sumar. Ég kaupið það ekki, sko. Ég var pínu heppið samt, ég fann að flakka mikið á landið, en heilt yfir var þetta skelfilegt. Já, náttúrulega, það var æðislegt fyrir norðan, Akureyringar og fleiri, þeir kvörtuðu ekki, sko. Er ekki byrjað að snjóa það til dæmis, eða? Jú. Svo fá þeir alltaf vetur bara dauðans. Já, ég væri til í það. Fá alvöru sumar og alvöru vetur. Já, ég er sammála því. En ekki ógeðslegt sumar og svona slabb og vetur. Það er bara svona jafnvont alltaf. Það er svona jafn allt í lagi. Við fáum eða bara vor og haust. Já. Það er svolítið svolítið. Einn og einn dag og svona í sumari bara og allir, ekki það svona dásanleitt inn á vorin, það er bara 7 hitt og sól og þetta er bara að rífa svo úr, sko. Vorið er minn tími. Er það þinn tími? Já. Þú líður best á vorin. Já, ok. Kemur blöð vel undan vetur, senast. Já, líka sko, því að stundum næði ekki að njóta sumarsins að því ég er svo stressaður að segja að vera búið. Já, típist þú. Þegar það er vor, það er allt framundan eitthvað. Keirir upp stressið, ég hafa nú nokkra góða stressugur á blöðmannunum. Hann er ekki að skemmta sér nógu. Blöð getur verið stressaður. Hann getur verið stressaður, en vorið er skemmtur í tími, líka ekkert skrítið, maður búið að myrkur bara, veist, desember jól, við erum jólaböld, janúar, februar, hvað er að gerast? Það er viðbýður. En það á maður að vera, sko, meistaramánuðin minn hefur alltaf verið í janúarblöð. Já, maður á að líma bara ljós á sig, á ennið á sér í janúar og bara elda það. Svo áttu að vera búin að plana eitthvað skemmtilegt í februar. Já. En svo við félagarnir eru með Super Bowl Weekend, við erum búin að gera það núna í 6 ári röð. Það fyrir alltaf allir saman út, þannig að það er mjög gaman. Já, takk fyrir að bjóða mig með. Já, ég sagði vinir mínir. Það komið af laginu á leiðinni heim. Þetta er lag sem var gríðarlega vinsælt hér fyrir ekki svo löngu síðan. Jó, þetta er orðið nokkur ár og er í miklu uppáhaldum enn þann dag í dag. Þetta er aldrei áður verið lagi á leiðinni heim. Vonandi fílaði jafnvel og ég. Þetta er dönsk hljómsveit að ég held. You close your eyes and leave me
naked by your side. The Second You Sleep, hljómsveitin Sabia, lagið á leiðinni heim. Wish by God you'd stay. Þetta mikið gott lag. Já. Mikill Sverrir Bergmann í þessu lagi. Já, það heldur maður ekki á sínum tíma að þetta væri svessi. Já. I wish my God you'd stay, en því miður getum við það ekki. Það er komið tíma á okkur strákana. Við erum búnir í dag. Já. Við erum með ykkur hér síðan 4. Jón Gunnar kom hér fyrir Björn Braga. Takk kærlega fyrir daginn. Bara minnstamálunir, alltaf gaman. Alltaf gaman að fá þig. Við þökkum ykkur kærlega fyrir hlustun í dag. Vonandi höfðu ég gaman að og við strákanir. Þetta búið að vera fljótt að líða allavega. Já, það er ein setning sem stendur upp úr. Ég er bara ég. Get í sófann í kvöld og klípa mig. Þú þarft ekki að klípa þú ert bara stundum að hugsa bara þú ert að labba á eftir bara hei, þetta er bara ég að labba, það er ég sem er að setja löppina fram fyrir næstu löpp. Og hann heldur áfram að grafa. Prófaði það. En það kom á lokum. Heyrumst á morgun, það verður við Sveppi mættir hér klukkan 4 enn og aftur takk aðeinslega fyrir hlustunina. Hafið það gott í kvöld. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. Sena og geimstöðin kynna. Íslandsmótið í FIFA 14 hefst 14. október. Frábæri vinningar í boði. iPhone 5C frá e-símanum og peningavelun. Skráning á miði.is. Nýtt í bíó á About Time. Nýjasta mynd Richard Curtis, leikstjóra Love Actually og handriðshöfund Notting Hill og British Jones Dyer. You can travel in time. Frábær rómantísk gammamynd með Rachel McAdams og Notebook í aðalhlutverki. Oh, shut up, you smug. About Time. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Krakkastöðin fylgir með áskrift að Stöð 3. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. Og lag sem heitir Light 'em Up er ekki tekið við. Við erum saman til klukkan 9 í kvöld.